Lúkasar guðspjall, 23. kafli. Þá stóð upp allur skarinn og færði Jesú fyrir Pílatus. Þeir tóku að ákæra hann og sögðu: Við höfum komist að raunum að þessi maður leiðir þjóð okkar afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segist sjálfur vera Kristur, konungur. Pílatus spurði hann þá: Ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði: Það eru þín orð. Pílatus sagði við æðstuprestana og fólkið: Enga sök finn ég hjá þessum manni. En þeir urðu því ákafari og sögðu: Hann æsir upp lífin með því sem hann kennir í allri Júdeu. Hann byrjaði í Galileu og er nú kominn hingað. Þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn væri Galilei. Og hann var þess vís að hann var úr umdæmi Heródesar, sendi hann til Heródesar, þá var og í Jerúsalem á þeim dögum. En Heródes var næsta glaður hann sá Jesú, því hann hafði lengi langað að sjá hann, þar hann hafði heyrt frá honum sagt. Vænti hann nú að sjá hann gera eitthvert tákn. Hann spurði Jesú á marga vegu, en hann svaraði honum engu. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir stóðu þar og ásökuðu hann harðlega. En Heródes óvirti hann og spottaði ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði og sendi hann aftur til Pílatusar. Á þeim degi urðu þeir Heródes og Pílatus vinir, en áður var fjandskapur með þeim. Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og fólkið og mælti: Þið hafið fært mér þennan mann og sagt hann leiða fólkið afvega. Nú hef ég yfirheyrt manninn í ykkar viðurvist, en enga þá sök fundið hjá honum þið ákærið hann Ekki heldur Heródes, því hann sendi hann aftur til okkar. Ljóst að hann hefur ekkert það dríkt dauða sé vert. Ætla ég því að hirta hann og láta lausan. En skylt var honum að gefa þeim lausan einn bandingja á hverri hátíð. En þeir æptu allir: Burt með hann, gefðu okkur Barabbas lausan. En honum hafi verið varpað í fangelsi fyrir upphlaup nokkurt sem varð í borginni og manndráp. Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jesú lausan. En þeir æptu á móti: Krossfestu, krossfestu hann. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá: Hvað illt hefur þá þessi maður gert? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum. Ætla ég því að hirta hann og láta hann lausan. En þeir sóttu á með ópi miklu og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og þeir höfðu sitt fram. Þá ákvað Pílatus að kröfu þeirra skildi fullnægt. Hann gaf lausan þann þeir báðu og varpað hafði verið í fangelsi fyrir upphlaup og manndráp, en framseldi þeim Jesú að þeir færu með hann sem þeir vildu. Þegar þeir leiddu Jesú út, tóku þeir Símon nokkurt frá Kýrene, kom utan úr sveit og lögðu krossinn á hann, að hann bæri hann eftir Jesú. En Jesú fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna, hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti: Jerúsalem dætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum ykkur og börnum ykkar. Því þeir dagar koma menn munu segja: Sælar eru óbyrjur og þau móðurlíf aldrei fæddu og þau brjóst sem enga nærðu. Þá munu menn segja við fjöllin: Hrynjið yfir okkur, og við hálsana: Hyljið okkur. Því að sé þetta gert við hið græna tré, hvað mun þá verða hið vistna? Með Jesú voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar, og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús: Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gera. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólkið stóð og horfði á, og höfðingjarnir gerðu gys að honum og sögðu: Öðrum bjargaði hann, bjargi hann nú sjálfum sér, ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi.
Eins hættu hann hermennirnir, komu og báru honum edik og sögðu: Ef þú ert konungur gyðinga, þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum: Þessi er konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem krossfestir voru hætti hann og sagði: Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði: Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gerðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann: Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt. Og Jesús sagði við hann: Sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og nú var nær hádegi og myrkur varð allt land til nóns, því sólin misti birtu sinnar. En fortjald musterisins rifnaði sundur í miðju. Þá kallaði Jesús hárri röddu: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Þegar 100 sá það við bar, vegsamaði hann Guð og sagði: Sannarlega var þessi maður réttlátur. Og fólkið allt sem komið hafði saman að horfa á, sá nú hvað gerðist og barði sér á brjóst og hvarf frá. En vinir hans allir sem og konurnar fylgdu honum frá Galíleu, stóðu álengdar og horfðu á þetta. Maður nefndur Jósef. Hann var ráðsherra, góður maður og réttvís og hafði ekki samþykkt ráð þeirra né athæfi. Hann var frá Arimaþeu, borg í Júdeu, og vænti Guðs ríkis. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú, tók hann síðan ofan, sveipaði línklæði og lagði í gröf, högna í klett, og hafði þar enginn verið áður lagður. Það var aðfangadagur og hvíldardagurinn fór í hönd. Konur þær komið höfðu með Jesú frá Galíleu fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkasar guðspjall, 24. kafli. En í afturelding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og þegar þær stigu inn, fundu þær ekki líkama drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu, en þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hrættar og hneigðu andlit til jarðar. En þeir sögðu við þær: Hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann ekki hér, hann upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rísa upp á 3. degi. Og þær minntust orða hans, sneru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim 11 og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þær sögðu postulunum frá þessu, en þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þó upp og hljóp til grafarinnar, skyngdist inn og sá þar líkklæðin ein. Fór hann heim síðan og undraðist það sem við hafði borið. 2 þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem 60 skeiðrúm frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við, þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki, og hann sagði við þá: Hvað það sem þið ræðið svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar, daprir í bragði, og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann:
Þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði, hvað þá? Þeir svöruðu, þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. Æðstuprestur og höfðingjar okkar létu dæma hann til dauða og krossfesta hann. Við vonuðum að hann væri sá leysa mundi Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við. Þá hafa og konur nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar, en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust jafnvel hafa séð engla í sýn sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá, skilningslausu menn, svo tregir til að trúa því öllu sem spámennirnir hafa sagt fyrir Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlægði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu, vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við, hann sat til borðs með þeim, að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þau með þeim voru saman komin, en þau sögðu, sannarlega drottinn upprisinn og hefur birst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Nú voru þau að tala þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þau, friður sé með yður. En þau skelfdust og urðu hrædd og hugðust sjá anda. Hann sagði við þau, hví eruð þið óttaslegin og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta ykkar? Lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur. Þreifið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þið sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gátu þau ekki trúað fyrir fögnuði og undrun. Þá sagði hann við þau, hafið þið hér nokkuð til matar? Þau fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þau, meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað mig í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmunum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og að prédika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerúsalem. Þið vottar þessa. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur, en verið kyrr í borginni uns þið íklæðist krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð, meðan hann var að blessa þau, að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þau féllu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð.